Við erum komin inn á æfingu í Hofi, á morgun eru stór tónleikar hér. Hverja verður með fyrir framan þig á morgun? Já, við erum að halda tónleika í tilefni af 20 ára afmæli Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands og hér verða sléttir 100 hljóðfæraleikarar á sviðinu. Ég verð einstaklingur númer 101 á sviðinu og þetta er náttúrulega Sinfóníuhljómsveit Norðurlands með liðsauka frá Ungsveit Sinfóníuhljómsveitar Íslands sem má segja sé svona unglingalandslið okkar í hljóðfæraleik. Og hvað á að fara að flytja? Við ætlum að flytja 7. sinfóníu Gustavs Mahlers. Gustav Mahler er nú eitt af stærstu nöfnunum þegar kemur að sinfónískri tónlist og 7. sinfónía hans er ein af stærri sinfóníum tónbókmenntanna. Er það rétt hjá mér að þetta taki 1,5 tíma í flutningi? Það er svona slagar eitthvað upp í það, já, það gerir það. Það þarf talsvert úthald í það? Já, já, enda er þetta, það hefur verið sagt sko að sinfónían eigi að rúma allt lífið og það má segja þessi sinfóníu og hún fer nú ansi nærri því. Í henni blandast saman alls kyns tilfinningar og það er bæði birta og gleði en líka tragedía eða svona örlaga undirtónn í þessari sinfóníu. Tengist það lífi Mahlers? Sko hann samdi þessa sinfóníu um 1904. Þá var hann á sínu hamingjuríkasta skeiði. Hann var nýlega giftur konu sinni og hafði eignast sína fyrri dóttur og lífið blasti við honum, en það er svo merkilegt með það að Mahler er ekki eina dæmið um það að menn semja kannski sín hamingjuríkustu verk ekki þegar þeir eru sem hamingjusamastir, heldur þegar þeir eiga í erfiðleikum. Og hann hafði nokkur áður samið sína 5. sinfóníu og þá var lífið ekki alveg svona, blasti ekki alveg svona bjart við honum. En þegar hann er á þessu staði í sinni ævi, þá semur hann sinfóníu þar sem hann fléttar ýmislegt saman og reyndar síðasti kaflinn, það má segja að hann sé svona hafi mesta örlaga undirstefið, getum við sagt. Það er eitt sem þessi sinfóníu er sennilega svona þekktust fyrir það, í henni er notað hljóðfæri sem hafði ekki áður verið notað í sinfónískri tónlist, hamar, og hann er af stærrigerðinni. Hvar færð þú slíkan? Við fengum nú hamarinn sjálfan, fengum við lánaðan hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands sem nýlega látið smíða þennan hamar fyrir sig úr íslensku rekaviði. En hamrinum er slegið í það sem að gefur hljóðið og við fengum menn hér á Akureyri, verkvit, fengum þá í lið með okkur og það er búið að vera tilraunir í gangi með að smíða kassan, hanna og smíða kassan sem lamið er í. Og síðast í gærkvöldi voru þeir hérna eftir æfingu og vorum að breyta og skiptum plötu ofan á henni. Enda á þetta hljóma eins og axarhljóð þegar öxi kemur í trjából. Það er frekar svona dautt hljóð en dimmt og svona dautt hljóð. En Mahler skrifaði upphaflega í uppkasti sínu að þessum síðasta kafla sinfóníunnar, þá skrifaði hann 5 hamarshögg. En þegar hann sjálfur stjórnaði frumflutningi sinfóníunnar 1906, þá var hann búinn að fækka þeim niður í 3. Menn hafa svona verið að geta sér til í seinni tíð, þar að segja eftir að hann lauk sínum ævidögum, að hann hafi verið forspármaður og sumir segja að þetta er náttúrulega tóm della því að þetta passar ekkert en sumir segja, aðrir segja að Mahler var náttúrulega venjulegur maður og hann hafi haft svona einhverja forspárgáfu. Hann var sjálfur fyrir 3 mjög alvarlegum höggum og áföllum í sínu lífi, misti dóttur sína, hann misti starf sitt sem hljómsveitarstjóri Vínaróperunnar og svo varð hann hjartveikur sem hann lágst dróandi dauða. En eftir að hann frumflutti sinfóníuna, þá seinna tók hann út 3. höggið. 3. og síðasta höggið. Hann sagði sjálfur, það er alveg skjalfest, eða það er vitað að hann sagði sjálfur að þessi 3 högg væru högg sem að hetjan, ótilgreind hetja, sem hetjan verður fyrir. Og 3. höggið, það ríði henni að fullu og hún falli til jarðar eins og trjábólur. Og þetta 3. högg var
alveg síðast, alveg undir lok sinfoníunar og eftir það kemur svona eins og huggunarrík tónlist frá djúpum málblásturshljóðfærum.